Einar, sigur í dag, þetta var mikil orka og tók mikið á. Hvernig er svona fyrstu viðbrögð? Já, þú ert bara spot on sko. Þetta var náttúrulega bara, þú veist, upp á líf og dauða fyrir báða. Ég meina, við vorum í þeirri stöðu að við sem væri að með við þessa ruggtöflu að þú veist, þá þyrftum við bara að vinna. Þú veist, ég meina, tap hefði þýtt að við þurftum að fara í hreinan úrslitaleik við Njarðvík á fimmtudaginn og við getum líka, þetta er ekkert búið. Þú veist, ég er ekki búinn að eyða neinu tími þegar rekna en ég veit alveg sem er að þetta getur endað í einhverja 4-5 leikja hrúi eða 3 leikja, þú veist, þannig að 3 liða, þannig að við þurfum bara að gjöra svo vel að hlaða batteríin og koma með annan svona vegna þess að það var seinni hálfleikurinn og það settu menn svona statement. Gretar kom inn bara með miklu krafti og var þetta búinn að gera vel að mér fannst í fyrra hálfleikum á kranan að klaufa fá sér té en kom hrikalega öflugur inn í seinni hálfleikinn og setti svona ákveðið attitút á gólfið fyrir sína menn og ég meina lokakafli leiksins bara frábærlega gert, fengu stór stopp hérna í restina og náðum að hægja á Sigtryggi Arnar sem var náttúrulega búinn að vera frábær þannig að ég er bara gríðarlega ánægður með drengina og það er ekkert að ýkja þetta eða neitt eða draga úr þessu, þetta er stærsti sigurinn okkar á tímabilinu, það er bara þannig. Núna náttúrulega tekum við einn rosalegu leikur eftir og svo bara úrslitakeppni og með orkunni í þessu leik þá er þetta bara það sem er framöndan væntanlega. Já, og ég meina og er búið að vera, þú veist, við vorum að spila annan parta, þú veist, í IR þar sem að, þú veist, þeir bara voru ofan á endanum og við vitum alveg sem er að, þú veist, Njarðvík er að fara í leik á morgun og þeir koma inn að leika móti okkur, þú veist, berjast fyrir lífi sínu þannig að það verður hrikalega erfitt en eins og ég segi, við ætlum að reyna að satna eins mikill orku og við getum á næstu 3 dögum og mæta með þetta aftur út í þann leik því að ef við ætlum okkur að vera í úrslitakeppni og gera eitthvað þar þá þurfum við að vera tilbúin í svona bardaga. Ég verð að hrósa Skallagrímsliðinu og ef rétt er að Haukar hafa unnið þá þykir mér óbúslega miður að sjá Skallagrímsliðið fara niður því að mér finnst þeir hafa sýnt alveg fádæma flotta spilamennsku á löngum stundum í vetur og náttúrulega ekki bara unnið sterka sigra heldur tapa náttúrulega ótrúlega svekkjandi, spennandi leikjum oft á tíðum og sem nýliðar, þú veist, eru þeir bara búin að lita þessa deild virkilega fallega með sínu gul og græna lit.